Já, þá set ég hér 305. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra og byrja á því að óska eftir athugasemdum við fundarboð. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti, aðrir fundamenn. Það svo sem ekki stórvægileg athugasemd. Mér er bara saknað þess að sjá ekki á dagskráni minnisblað sveitarstjóra. Ég var spenntur fyrir að sjá þarna og frétta hvað væri framundan og væri að gerast í málunum, en annað var það ekki. Takk. Fyrir þetta Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk oddviti, takk Bjarki. Það er gaman að því að þú viljið fá minnisblöð mín. Þau eru líka vonandi góð og upplýsandi, en það sem auka fund sveitarstjórnar er að ræða. Það eru 2 vikur síðan að síðasta minnisblað var flutt og það eru 2 vikur í næsta fund. Þá er minnisblað á bara dagsettum fundum sveitarstjórnar og verður lagt fyrir það. Fullt af fróðlegu efni fyrir sveitarstjórnarfulltrúa og íbúa. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Fleiri athugasemdir í fundarboð? Ef svo er ekki, þá ætlar oddviti að óska eftir því að 2 málum verði bætt á dagskrá fundarins. Það er mál númer 10. Það er fundargerð 221. fundar byggðarráðs sem haldin var áðan fyrir í dag, og mál númer 9, leikskólinn Örk, niðurfelling leikskólagjalda milli jóla og nýárs 2022 og í dymbilviku 2023 og aðrir liðir færðir til eftir því. Þeir sem samþykkja að bæta þessu á dagskrá réttu upp hönd, og það er samþykkt samhljóða. Áður en við göngum til dagskrá þá ætla ég að fara yfir þá sem sitja hér með okkur í fundarsalnum í dag, og það er Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karólína Viðarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Rafn Bergsson og ég, Tómas Birgir Magnússon, Árný Lára Karlsdóttir, markas- og kynningarfulltrúi sem sér útsendingu, Margrét Jóna Ísólfsdóttir, skrifstofa fjármálastjóri sem ritar fundargerð, og ég held að við séum að gleyma hér Bjarka Oddssyni. Síðast en ekki síst, Bjarki Oddsson. En þá erum við búin að fara yfir það og þá göngum við bara til dagskrá fundar, og fyrsta mál á dagskrá er fjárhagsáætlun 2023 til 2026. Fyrir umræða. Fjárhagsáætlun lögð fram til fyrir umræðu í sveitarstjórn. Áætlunin hefur verið unnin af fjármálastjóra og sveitarstjórn á vinnufundum sveitarstjórnar. Á vinnufundina hafa allir fulltrúar sveitarstjórnar verið boðaðir og tekið virkan þátt í vinnunni. Sveitarstjórn hefur fengið ítarlega kynningu á fjármálaáætluninni á fundi byggðarráðs fyrr í dag. Eru einhverjir sem að vilja tjá sig undir þessum lið? Bjarki. Já, takk oddviti. Ég held að ef að fer engin kynning fram á áætluninni þá svo sem ekki engar efnislegar athugasemdir. Mér langaði bara að þakka fjármálaskrifstofustjóra sérstaklega fyrir hennar framlag til fjárhagsáætlunargerðarinnar og bara þakka fyrir að fá að hafa verið með og boðið að taka þátt í þessari fjárhagsáætlunargerð. Ég held að rekstur sveitarfélagsins næstu ár séu bjartari en við höfum horft fram á og við séum í þokkalega góðri stöðu meðan við mörg önnur sveitarfélög. Og ég held að því sé að þakka góðum rekstri seinustu ára, og ég held að það beri að þakka fjármála- og skrifstofustjóra sérstaklega fyrir hennar framlag. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Ég tek bara undir með Bjarka að þakka Margréti Jónu sérstaklega fyrir
hennar vinnu í samband við fjárhagsáætlunina og hvet líka bara íbúa til þess að kynna sér skjalið sem að fylgir fundargerðinni þar sem það er ekki opinbert í fyrri umræðu en við eigum eftir að fara yfir þetta og þetta verður svo tekið til seinni umræðu á næsta sveitarstjórnarfundi. Já, þá ef það er ekki fleira, Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það eru fundarmenn, takk fyrir það. Ég vil einnig taka undir þakkir til Margrétar Jónu, ég veit að búið að mæða mikið á henni undanfarnar vikur við gerð þessarar fjárhagsáætlunar og við höfum öll komið að þeirri vinnu eins og kostur er. Oft er þetta koma upplýsingarnar seint til sveitarfélagana sem vinna þarf eftir, þannig að það þarf oft að vinna langa vinnudaga við þessa vinnu. Ég reyndar hélt að það yrði hérna örstutt yfirferð fyrir íbúana á þessum fundi af því að þetta er útsendur fundur en við fengum ágæta yfirferð hérna á byggðarráðsfundi þegar byggðarráð lagði fram þessa tillögu til sveitarstjórnar til fyrri umræðu. En það má alveg búast við að verða einhverja breytingar kannski milli umræðuna og það fer það væntanlega góð kynning fram í síðari umræðu. Takk. Takk fyrir þetta, Lilja. Ég ætla þá, ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið, að bera fram eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn vísar afgreiðslu fjárhagsáætlunar til annarrar umræðu. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í dagskrárlið númer 2. Og það er ADHD-samtökin styrktarbeiðni lagt fram til umræðu erindi ADHD-samtakana þar sem óskað eftir styrk til samtakana. Er einhver sem að vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki að þá ætla ég að bera fram eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn hafnar beiðni styrkveitingu þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt með, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það þriðji dagskrárliður, það er menningarsjóður endurskoðun á úthlutunarreglum. Á 5. fundi markaðs- og menningarnefndar var tekin fyrir tillaga að breytingum á úthlutunarreglum menningarsjóðs Rangárþings eystra. Markaðs- og menningarnefnd leggur til breytingu á 7. lið reglnanna og að liðurinn hljómi þá svona. Gerður skal samningur milli styrktarþega og Rangárþings eystra sérhverja styrkveitingu til menningarstarfs. Styrkþegi skal skila upplýsingum framkvæmd verkefnisins á þar til gert eyðublað. Í síðasta lagi 3 mánuðum eftir að styrkverkefni hefur verið klárað, eigi síðar en ári eftir að samningur verkefni var undirritaður. 2/3 hluta styrkupphæðarinnar er greiddur út þegar skrifað er undir samning og 1/3 hluti er greiddur út við skil á lokaskýrslu. Hafi umsækjandi áður hlotið styrk verður ný umsókn ekki tekin til greina nema viðkomandi hafi skilað inn eyðublaði framkvæmd. Og nefndin felur markaðs- og kynningarfulltrúa að endurgera samning milli styrkþega og sveitarfélagsins og eyðublað fyrir lokaskýrslu. Eru einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykktir endurskoðun markaðs- og menningarnefndar á úthlutunarreglum menningarsjóðs. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 4. lið á dagskrá. Það er atvinnustefna Rangárþings eystra. Á 5. fundi markaðs- og menningarnefndar var tekið fyrir erindi gerð atvinnustefnu. Eftirfarandi bókun var samþykkt á fundinum. Markaðs- og menningarnefnd leggur til við sveitarstjórn
til að sveitarstjórn fyrirgefi heimili að nefndin hefji vinnu við atvinnu- og nýsköpunarstefnu Rangárþings eystra. Slík stefna hefur það að markmiði að styðja við þróun öflugs og fjölbreytts atvinnulífs í sveitarfélaginu. Stefnan skal stuðla að bættum rekstrarskilyrðum starfandi rekstrareininga og gera sveitarfélagið aðlaðandi fyrir ný fyrirtæki. Fjölbreytt og blómstrandi atvinnulíf hornsteinn samfélagsins. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Mér langar nú bara aðeins að fagna þessu framtaki nefndarinnar að fara í þessa vinnu. Öflugt atvinnulíf og nýsköpun í bland hornsteinn þess að við höfum öflugt samfélag. Fólk þarf að hafa eitthvað að gera. Mér langar bara að hvetja nefndina til að vanda til vinnu og eins og ég segi, svo við fáum svolítið gott plagg út úr þessu til framtíðar, en eins og ég segi, ég bara fagna þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Rafn. Eru fleiri sem að vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ætla ég að lesa upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir, nei, nú var ég komin hérna í lið númer 3, þannig að við skulum halda okkur hérna á réttu nótunum. Sveitarstjórn fagnar frumkvæði nefndarinnar gerð atvinnustefnu. Sveitarstjórn samþykkir bókun nefndarinnar og leggur til að markaðs- og menningarnefnd hefji vinnu við atvinnustefnu Rangárþings eystra. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 5. lið og skipulagsmálin. Deiliskipulag, Skeggjastaðir, land 10. Að ræða tillögu að deiliskipulagi á spildunni Skeggjastaðir, land 10, L19 42 52. Gert ráð fyrir íbúðarhúsi allt að 200 fermetrar stærð, skemmu allt að 200 fermetrar stærð og hesthúsi allt að 200 fermetrar stærð. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem það samþykkja réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá förum við í 7. lið og það deiliskipulag Skeggjastaðir, land 18. Að ræða tillögu að deiliskipulag jörðinni Skeggjastaðir, land 18, L199781. Gert ráð fyrir að núverandi frístundahúsi sem sirka 60 fermetrar stærð verði breytt í íbúðarhús og lóðinni auk þess 21 fermetra geymsluskúr. Gert ráð fyrir möguleika stækkun á núverandi húsum allt að 60 fermetra. Heildarstærð lóðarinnar 1803 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga 123/2010. Einhver sem vilja tjá sig hér? Þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem það samþykkja réttið upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá það 7. liður og það deiliskipulag Hvolsvegur 29-35. Að ræða áform nýtt deiliskipulag á reit sem nær yfir lóðirnar Hvolsvegur 29, 30, 31, 32, 33 og 35 og Hlíðarveg 15. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að vinna fari fram í gerð tillagna að uppbyggingu samkvæmt meðfylgjandi tillögu og að nefndinni verði falið að fylgja verkefninu eftir.
Einhverju hér sem vilja tjá sig? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk, oddviti, það eru fundamenn. Ég nú bara viðurkenna, ég fór ekki inn í gögn þessa málsinn í morgun því að ég sitt í þessari nefnd. Mér langaði svona bara aðeins að fara yfir með ykkur sem fulltrúi í nefndinni að á seinasta fundi skipulags- og umhverfisnefndar var ákveðið að gera breytingu. Í gögnunum þessi teikning sem sýnir þetta svæði en svo á neðri myndinni má sjá í rauninni niðurstöðu nefndarinnar á seinasta fundi að það yrði útvíkkað vel skipulagið og farið í rauninni þar sem að gamli bærinn, Hvolsvegurinn og Tungadan eru óskipulögð að taka það með og búa til heildstætt svæði þarna yfir og ég held að þetta sé bara mikið fagnaðarefni fyrir okkur að skipuleggja þetta. Þarna eru náttúrulega byggingar sem eru að detta úr notkun hjá okkur eins og leikskólinn og svo eru bara eldri byggingar og við sjáum framtíðarsýn. Ég vildi bara benda á það að upphaflega hugmyndin var þarna eins og segir í textanum en það er búið að útvíkka þá hugmynd bara þannig að það séu allir upplýstir þar um. Takk. Þakka þér fyrir þetta, Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Herðu, ég bara fagna því að þessi vinna sé farin af stað af því að þarna í rauninni eins og við komum fram að losna hjá okkur reitur á næstunni og þetta í rauninni mjög mikilvægur reitur í hjarta bæjarins okkar. Mér langaði samt sem að hvetja nefndina til þess að skoða vel með útvíkkun á svæðinu. Vissulega á skipulag að ná yfir stóra heildstæða reiti, það er alltaf best. En þarna ég hef aðeins áhyggjur af því að við erum að útvíkka svæðið svona mikið, við erum að taka stærstan hluta af miðbæjarsvæðinu okkar. Þarna erum við með svo fjölbreytta byggð. Við erum að stærstan hluta þarna íbúðabyggð og svo verslun og þjónusta inn á milli. Ég er ekki að gagnrýna nefndina fyrir að vilja taka allan reitin, ég er bara aðeins að benda á ef við ætlum að koma þessu tiltölulega hratt áfram, skipulagsmál gangi nú yfirleitt ekki hratt, kannski sem betur fer af því að við þurfum að vanda til verka, en þá þurfum við samt sem áður í hvern nefndin til þess að skoða, gætum við þá kannski skipt þessu í 2 deiliskipulagssvæði, annars vegar þá þarna fyrir rauninni reitin hjá leikskólanum og svo Hlíðarveginn sem er orðinn hvað mikið verslun og þjónusta og svo þá Tunggötuna, Vallabraut og Hvolsveg sem er mestmegnis íbúðir. Ég sagði alveg fyrir mér að í rauninni það væri hægt að skipta þessu niður í 2 deiliskipulagsreiti. Það myndi einfalda vinnuna heldur en að blanda því öllu saman í einn. En hitt er vel hægt en ég er bara aðeins hræddur að flækjustigið verði mikið. Þannig að ég í rauninni bara hvet nefndina til þess að skoða. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og fundamenn, takk fyrir þessa eftirfylgd, bæði Bjarki og Anton Kári, hún var mjög góð fyrir mig vegna sem ég fannst ekki alveg skýrt í gögnunum. Það fylgdi með því þessi teikning og tillaga að fara í þetta eins og rætt var líka af sveitarstjórn. Mínar spurningar voru einmitt svo á að taka afstöðu til annarar hvorrar tillöguna hér á þessum fundi eða til hvers er ætlast og hvað var það sem í rauninni skar úr hvar línan var dregin í þessum tillögum. Annars vegar þegar við erum að útvíkka svæðið svona mikið og hins vegar þegar línan er dregin á milli þarna í rauninni gistihússins Spóa og íbúðarhús þar en ekki tekið hóteli með. Mér langar bara að vita hvað lá þar að baki eða, já, svona vantar kannski aðeins meiri útskýringar með þessum dagskrárlið. Takk. Já, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Lilja. Takk fyrir það, oddviti. Ég hef ekki útskýringar á því í hvað sem sagt vakti fyrir nefndinni, en enga síður ég held við erum bara náttúrulega á upphafsreit, þannig að ég bara í rauninni fagna því að þessi vinna sé farin af stað
og ég efast ekki að nefndin á eftir að sem sagt áður en að verður sem sagt skýr afmörkun á deiliskipulagssvæðinu þá eiga eftir að fara fram talsverðar umræður og það kannski það sem ég kom inn á áðan. Ég vona að nefndin skoði vel þessa afmörkun því að það mætti líka hreinlega spyrja sig af hverju það ekki partur á stóra gerðinu líka eða útvíkka ennþá meira af því að við þurfum að fara að huga að því bara með ef við getum kallað það gamla Hvolsvöll, hann allur ódeiliskipulagður og við þurfum að fara að koma þar á skipulagi þó svo við séum ekki að huga stóru uppbyggingu eða stórum breytingum bara þannig að í raun að tryggja byggingarheimildir og stækkunarmöguleika fólks og annað sko. Þannig að ég bara vona að við getum samþykkt í raun að heimila nefndinni að hefja þessa vinnu þó svo við séum ekki að samþykkja endilega einhver deiliskipulagsmörk. Það kemur þá í næsta fasa, bara að nefndin í rauninni taki þetta til sín og byrji vinnuna. Takk. Takk fyrir Anton Kári Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir oddviti. Ég teki undir það sem hefur hér komið fram. Þetta svo sem verið rætt þarna þetta getur tekið tíma með því að útvíkka þetta. Það sem allavega horfir við mér að við fáum heildstæðari mynd á svæðið. Þetta í rauninni hjarta bæjarins, þótt að þetta sé ekki miðbærinn eða innan miðbæjarskipulagsins sem við erum búin að teikna hér, að þá eru þarna svæði eins og tún sem ónýtt í dag og gamli róló. Við erum með hótelið sem við höfum lent í vandræðum með bílastæðamál. Það þarf að leysa úr öllum þessum málum, hvort að þessu verði skipt niður í tvennt, skal ég ósatt láti, ég bara ekki nóga þekkingu til þess að svara því, en það þarf allavega við þurfum að fara í skipulag á öllu þessu svæði og ég held að þessi best að við gerum það allavega samhliða til þess að við fáum góða heildarmynd á þetta hjarta sem að mun í rauninni tengjast miðbænum okkar. Takk fyrir. Takk fyrir Bjarki. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, takk fyrir. Ég tek undir, ég mjög ánægð með þessi vinnu farin á stað og við þurfum að vanda vel til verka. En kannski bara minja á sama og ég myndist á síðasta sveitarstjórnarfundi. Það mjög gott þegar skipulagsfulltrúinn okkar getur setið þessa fundi með okkur undir þeim dagskrárliðum sem undir hann heyra til þess að geta þá kannski svara spurningum sem liggja ekki á svör við hér innan þessa fundarsalar. Takk. Takk fyrir Lilja og takk fyrir ábendinguna. Ég ætla bara að taka undir með þeim sem hafa hér stigið í punktu undir þessu máli. Þetta áhugavert verkefni. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ætla ég að bera fram eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir einnig að skipulags- og umhverfisnefnd fylgi verkefninu eftir. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 8. Það landskipti Fornhagi. Landeigendur óska eftir því að skipta 14,4 hektara spildu út úr Fornhaga L18 9779 í samræmi við uppdrátt unnin af landslagi EHF dagsett 4.11.2022. Hið nýja spilda mun fá staðfangið Fornhagi 2. Einnig verið að hnitsetja ytri mörk Fornhaga L18 9779. Heildarstærð Fornhaga eftir landskiptin 37,27 hektarar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og hinn nýja staðfang. Nefndin gerir auk þess ekki athugasemd við ytri mörk Fornhaga L18 9779. Einhverju sem vilja sjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Einnig samþykkir sveitarstjórn að afmörkun spildunar Fornhagi L18 9779
eins og þau eru sett fram á meðfylgjandi uppdrætti. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 9. lið á dagskrá, það er leikskólinn Örk, niðurfelling leikskólagjalda milli jóla og nýárs 2022 og í dymbilviku 2023. Á 4. fundi fjölskyldunefndar var tekið fyrir erindi leikskólastjóra þar sem óskað er eftir að foreldrar geti fengið niðurfellingu leikskólagjalda milli jóla og nýárs 2022 og í dymbilviku 2023 verði börn þeirra í fríi á tímabilinu. Fjölskyldunefnd bókaði eftirfarandi málið. Nefndin samþykkir erindi samhljóða og óskar eftir því við sveitarstjórnan erindi verði tekið fyrir og samþykkt. Eru einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, Oddviti, það er fundament, takk fyrir það. Mig langaði bara að spyrja, er þetta ekki bara í takt við það sem að verið hefur undanfarin ár og kannski ekki athugasemd við það að fylgiskjalið eða erindi leikskólastjóra fylgir ekki erindinu, ef það væri hægt að setja það bara á skjáinn fyrir okkur svo við getum séð erindið. Það er óþægilegt að taka afstöðu til máls sem að maður hefur ekki séð í heild sinni. Þannig að takk. Já, takk fyrir Lilja. Ég ætla bara að lesa hérna upp erindið. Margrét ætlar að stækka þetta aðeins fyrir mér, eitthvað að sjónin farin að bregðast. Undanfarin ár hefur nýting leikskólaplássa verið lítil milli hátíða og í dymbilviku og hefur fjarvera barna verið meiri en látið er vita af fyrirfram. Leikskólinn Örk er í 4 húsum og 3 starfsstöðum og höfum við nýtt þessa daga í svokallaða uppbrotsdaga. Það er að börnin sameinast á deildum og eigi notalega daga saman. Á síðasta ári sameinuðum við deildirnar til að nýta mannauð betur og börnin voru þvert á deildirnar. Í ár eru 4 dagar milli jóla og nýárs og það er að segja frá 27. til 30. desember. Langar mig fyrir hönd leikskólans að athuga með niðurfellingu á leikskólagjöldum fyrir þá sem geta vilja hafa börnin sín í lengra jólafríi. Foreldrar yrðu þá að láta vita fyrir 15. desember bæði svo hægt sé að skipuleggja deildarskipulag og ekki síður fyrir eldhús svo að verði pantað inn eftir mætingu. Niðurfelling gjalda kæmi þá með gjöldum í janúar 2023. Einnig er dymbilvikan 3. til 5. apríl 2023, 3 dagar og óskum við eftir sama skipulagi og þá daga. Það er að látið verði vita fyrir 15. mars 2023 ef foreldrar óska eftir fríi fyrir börnin sín þessa daga og það verði í gjöldum apríl 2023. Sólbjört Sigríður Gestsdóttir, leikskólastjóri. Einhverjir sem vilja tjá sig hér, Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ég svo sem hef engar athugasemdir við þetta erindi sem slíkt og í rauninni fagna bara að foreldrar eigi þess, ef þeir eiga þess kost, að njóta tíma með börnum sínum á þessum hátíðum. Mér langar hins vegar að spyrja það er talað niðurfellingu leikskólagjalda. Er inn í því verið að fella þá niður fæðiskostnað og hvaða gjöld er verið að fella niður? Eða verið að leggja til að verið fellt niður? Takk. Takk fyrir Bjarki, Sigríður Karolína, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir fundarmenn.
Já, það eru öll gjöld sem eru niðurfelld, sem sagt matar og önnur gjöld. Og það er náttúrulega að sparast líka þrif við sameiningu deilda á þessum dögum. Og einnig eru bara frí og annað sem að starfsfólk á inni sem að geti þá nýst í þessa daga. Takk fyrir Sigríður. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það eru fundamenn, takk. Skiljið það þannig að fólk sé að taka þarna út sumarleyfi staga ef að það er að taka sér leyfi þarna eða fækka starfsfólki? Takk. Takk fyrir Lilja. Sigríður Karolína, gjörðu svo vel. Aðrir fundamenn. Eins og Sólbjört upplýsti okkur á fundi í gær, þá talaðum við það að starfsfólk ætti inni bæði sumarleyfi og eins vegna styttingu vinnuvikunar og þannig að með færri börnum á þessa daga þá skapaðist svigrúm fyrir starfsfólki að taka út sín frí. Fyrir Sigríður, eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þetta? Rafn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Ég held að þetta sé nú bara gott mál. Þetta fær þá fólk til þess að ef það sér fram á að fá niðurfelld gjöld, þá kannski lætur það frekar vita ef það ætlar ekki að vera með börnin sín á leikskólanum. Þetta gerir stjórnendum þá kleift að skipuleggja starfið mun betur og hagstæðar og jafnvel eins og gagnvart mötuneyti að það þá ætti að vera minni matarsóun sem nú mikið í umræðu í dag. Þannig ég held að þetta sé bara gott mál. Það er svo bara úrlausnar efni ef að starfsfólk tekur sér frí, hvort það tekur það af sumarfríi eða styttingu vinnuviku eða hvernig það er. En gagnvart öllu skipulagi þá held ég að sé gott að gera þetta. Takk. Takk fyrir að eru fleiri sem vilja tjá sig hér. Þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir niðurfellingu leikskólagjalda milli jóla og nýárs 2022 og í dymbilviku 2023 fyrir þau börn sem eru í frí á tímabilinu. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 10. lið. Það er fundargerð byggðarráðs 221. fundur. Þetta er lögð fram í heild sinni þá til umfjöllunar og staðfestingar þessi fundargerð. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti, svona í ljósi þess að byggðarráð var að funda núna í morgun og við höfum ekki haft í rauninni ráðrúm sem ekki sátum byggðarráðsfund til að kynna okkur gögn þess fundar og afgreiðslur. Þá væri ég til í að það væri farið yfir í rauninni afgreiðslur allavega. Ég var að velta fyrir mig með tjaldsvæðið, ráðning hjúkrunarforstjóra og slík svona stærri mál. Oddviti, ef þú gæti farið yfir með okkur allavega byrjað á þessum tveimur liðum. Takk. Já, takk fyrir þetta Bjarki. Það var varðandi hjúkrunarforstjóra og síðan tókstu annan lið, var það ekki? Það tjaldstæðið, akkurat. Það er já, þannig að með varðandi tjaldstæðið að þá er það felur byggðarráð sveitarstjórn sveitarstjóra fyrirgefi
að ljúka við drög að auglýsingu og útboðsgögnum og leggja fyrir fund byggðarráðs og það bara mál sem í vinnslu og þarf að bara vinnast áfram. Úr drögum varðandi ráðningu hjúkrunarforstjóra að þá það í rauninni var það lagt fram til kynningar og það í rauninni sveitarstjóri sem með það mál á sinni könnu. Á ég að lesa upp þennan inngang, það ekki ágætt varðandi þann lið? Já, það sem sagt liður 10.6 að ráðning hjúkrunarforstjóra Kirkjuhvols og ég ætla að lesa innganginn þar. Starf hjúkrunarforstjóra Kirkjuhvols var auglýst laust til umsóknar í október síðastliðnum. Umsóknarfrestur var til og með 31. október síðastliðinn. Alls bárust 2 umsóknir starfið. Umsækjendur voru Sjöfn Dagmar Guðjónsdóttir hjúkrunarfræðingur og Þóra Baldursdóttir skurðhjúkrunarfræðingur. Fulltrúar Rangárþings eystra nutu ráðgjafar Intellecta við úrvinnslu umsókna sem og í ferlinu öllu. Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri Árný Hrund Svavarsdóttir, formaður byggðarráðs, ásamt Helgu Birnu Jónsdóttur, ráðgjafa Intellecta. Já, hér eftir valnefnd fóru yfir umsóknir og innsend gögn. Að úrvinnslu lokinni voru báðir umsækjendur boðaðir í viðtal. Var það mat valnefndar að þeir 2 umsækjendur sem komu í viðtal uppfylltu kröfur auglýsingar menntun og réttindi. Viðstödd viðtölin voru meðlimir valnefndarinnar og fóru þau fram hjá Intellecta Síðumúla 5 föstudaginn 4. nóvember 2022. Einhverjir sem eitthvað fleira sambandi við þessa fundargerð? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti fyrir þessa yfirferð. Þetta mjög gott. Ég var jafnframt að velta fyrir mér með þarna umsóknum lóð, 3. liður fundargerðarinnar, Höfðavegur. Ef þú getur farið aðeins yfir það með okkur. Mér langaði, fyrst að við erum komin í púltið, að spyrja og það þá kannski beint til oddvita og formanns byggðarráðs varðandi ráðningarferli hjá æðstu stjórnendum sveitarfélagsins. Nú erum við ekki alltaf að gangi í gegnum þetta. Hvernig finnst ykkur þetta umsóknarferli? Skilurðu, er þetta rétt leið? Erum við á réttri leið með því að hafa þetta svona? Gekk þetta snurðulaust fyrir sig? Bara þannig að þegar við fyrir næst í þetta að þá vitum við það, þegar við erum ekki alltaf að gangi í gegnum þetta, er þetta leiðin að formaður byggðarráðs, sveitarstjóri og koma með þessu? Ættum við að fela einhverjum öðrum að sjá algjörlega um þetta? Viljum við vera með þetta? Þú veist, hvaða hugmyndir höfum við? Bara þannig að við séum alltaf að hugsa til framfara. Takk. Já. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fyrst varðandi umsóknum lóð Höfðavegur 1-6, þá það eins og kemur fram hér í bókun byggðarráðssamþykkir í samræmi við 9. grein í úthlutunarreglu lóða í Rangárþingi eystra að veita festi EHF vilyrði fyrir lóðum Höfðavegur 1-6 til 6 mánaða, enda liggur þá fyrir ítarlegar tillögur að uppbyggingu á lóðunum. Þetta var sem sagt erindi sem kom frá festi og þeir ætla að fara í hugmyndavinnu í framhaldinu og verður bara spennandi að fylgjast með því. Varðandi ráðningu að þá var náttúrulega bara farið eftir samþykktum sveitarfélagsins hvað það varðar og Anton Kári Takk fyrir það, oddviti. Bjarki, takk fyrir fyrirspurnina. Varðandi ráðningarferlið sem slíkt, þá gekk það bara ljómandi vel og Intellecta náttúrulega í rauninni stýrir ferlinu og stýrir viðtölum og hefur upp á umsagnaraðilum og slíkt.
Það kom ábending í morgun að það væri kannski æskilegt að fulltrúi minnihluta væri líka sem sagt með í viðtölunum og ég bara tek undir það og það kannski eitthvað sem við ættum bara hreinlega þá að skoða með í samþykktunum okkar, hvort að það eigi í rauninni að vera þannig eða þá bara í rauninni að, ég veit ekki alveg, ég kann ekki útfærsluna á því sko, hvort að byggðar á tilnefni þá bara hóp eða einhvern veginn svoleiðis. Við þurfum passa flækja ekki ferlið en það algjörlega rétt ábending að það bara mjög fínt ef að fulltrúi sem sagt minnihluta með í ferlinu að þá allir betur upplýstir, þannig að ég bara heldur við ættum að skoða það. Varðandi festi, mér langaði aðeins að minnast á það og þetta vilyrði sem við veitt núna til 6 mánaða, mér finnst þetta mjög spennandi. Eins og við vitum að þá hefur í rauninni krónan orðin aðþrengd hjá okkur hérna niðri og í rauninni stækkunar möguleikar mjög takmarkaðir. Þannig að ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessu hjá þeim. Og nú hafa þeir þá 6 mánuði til þess að rýna skipulagið og jafnvel koma með einhverja tillögur á breytingum og koma einmitt og kynna það fyrir okkur. Þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og bara í takt við náttúrulega aðra uppbyggingu sem á sér stað í sveitarfélaginu okkar að fjölga, íbúum að fjölga og það bara mjög ánægjulegt að þjónustan skuli þá fylgja með. Ég sé mikil tækifæri. Takk. Takk fyrir þetta Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Já, og til það fundament takk. Ég kannski bara benda á það af því að sem kannski styður það hverju Bjarki spyr út í hennar dagskrárlið, það vantar sem sagt fylgiskjalið frá festi með málinu, þannig að þau geti lesið erindi. Þannig að það skiljanlegt að þeir sem komu hér nýri, það ekki inn í, nei, ekki hjá okkur. Þannig að kannski væri spurningum að lesa það upp líka, Tómas, ef að... Já, þetta virðist hafa dottið út að bestu vitund, tæknin eitthvað að stríða okkur, en við ætlum bara að lesa þetta upp. Það er svona verið að finna þetta hérna í skjalabunkanum. Þarna er þetta komið, þannig að biðja Margrét kannski aðeins að stækka þetta svona frábært flott. Það er ósk vilyrði fyrir úthlutun lóða Höfðavegur 1-6. Undirritaður fyrir hönd Festi HF óskar eftir að fyrirtækinu verði veitt vilyrði fyrir úthlutun lóðanna Höfðavegur 1-6 á Pólsvelli. Áform Festi HF er að sameina umræddar lóðir í eina lóð og byggja upp aðstöðu fyrir verslunar og þjónustu sem henta mun áformum meðal annars í skipulagi við uppbyggingu verslunar og þjónustu fyrir íbúa á Pólsvelli, íbúa í nærsveitum og ferðamenn. Lóðirnar sem ræðir liggja vel við lóð N1 þar sem nú er rekin eldsneytis- og þjónustustöð ásamt húsnæði ÁTVR. Þær lóðir ásamt mannvirkjum eru í eigu Festi HF. Festi HF sér mikil tækifæri í uppbyggingu verslunar og þjónustu á þessu svæði, má þar nefna matvöruverslun Krónunnar og ýmsa aðrar verslanir og þjónustu svo sem apótek, ÁTVR, upplýsingamiðstöð, veitingastaði og sérvöruverslanir. Ef að vilyrðinu verður á úthlutun þessara lóða til Festi HF þá mun félagið gangast í hugmyndavinnu þróun og hönnun fyrir lóðir, svæðið og kynna það sveitarfélaginu í framhaldinu. Þannig hljómar það. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi fundargerð byggðarráðs? Bjarki, gjörðu svo vel. Gott viti, ég veit að ég er búinn að taka fulloft til máls undir þessum lið og vil bara biðja alla afsökunar á því. Mér langar bara að fagna því að við séum komin á þennan stað með Festi, að Festi sé óska eftir þessum lóðum. Öll uppbygging er henni góð og mér langaði bara rétt að fá aðeins kynningu á hvernig byggðarráð hefði afgreitt málið. Út af því vorum að tala ráðningu í þessar æðstu stöðu sveitarfélagsins. Þá veit ég að það var farið eftir samþykktunum. Það var bara það sem ég var einmitt að snerta á
út af því við erum ekki alltaf að þessu, að við einmitt nýtum tækifæri þegar við erum búin að fara í gegnum þetta, endurmetum hvernig við viljum gera þetta. Ég hef engar hugmyndir um það, sko. Ég var bara að við myndum hugsa gagnrýnt, þannig að við séum með bestu lausnina allavega sem við vitum næst þegar við þurfum að gera það. Takk. Já, takk fyrir Bjarki, það er rétt hjá þér. Við erum svona kannski að fara lauslega í fundarsköpin, en þetta er nú líka þannig aðstæður í dag að við erum tókum byggðarráðsfund í morgun og erum að halda svo áfram hérna strax í sveitarstjórnarfund, þannig að nú skiljanlegt kannski að þetta sé aðeins svona rýmri rammi hjá okkur í dag. En eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þessa fundargerð byggðarráðs frá því í morgun? Ef svo er ekki þá ber ég upp eftirfarandi bókun til staðfestingar fundargerð staðfest í heild. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin hér í lið númer 11 og það er skipulags- og umhverfisnefnd 9. fundur. Lögð fram til umfjöllunar og staðfestingar fundargerð 9. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Er einhver þarna sem að fundarmenn vilja tjá sig um? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, Ari fundarmenn, takk fyrir það. Svo sem ekki sérstakur dagskrárliður, annað en það bara mig langar að minnast á að það vantar þarna fundagögn undir ansi eða talsvert marga liði. Kemur kannski ekki að sök í flestum þeirra af því að við tókum það út fyrir og afgreiddum það sérstaklega á fundi sem afgreiðsluliði og svo ég þurfi ekki að koma upp aftur undir næstu fundagerð sem er markaðs- og menningarmálanefnd að þá á sama við það. Það vantar fylgiskjölin með gögnunum. Þetta er óheppilegt þegar við erum undirbúin fyrir fundi, en þetta eru kannski ekki þannig mál núna að skipti stórmáli, en bara enn einu sinni ítreka að passa upp á þetta. Takk. Takk fyrir ábendinguna, Lilja. Auðvitað þurfum við að reyna að hafa þetta í sem bestu standi þannig að allar upplýsingar séu ávallt til staðar og hérna við tökum þetta bara til okkar. Fleiri sem að vilja tjá sig þarna, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar fyrir 11. lið. Fundargerð staðfest í heild sinni, þeir sem annars staðfesta rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og þá komum við hér í 12. lið. Það er markaðs- og menningarnefnd 5. fundur. Lögð fram til umfjöllunar og staðfestingar fundargerð 5. fundar markaðs- og menningarnefndar. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef Bjarki gjörðu svo vel. Takk oddviti. Það er svo sem ekki sem ég vil ræða sérstaklega. Ég vil bara hvetja þá alla íbúa til að mæta á eða þeir hafa tök á menningardaginn sem að er verið að standa fyrir í Bólunum 27. nóvember held ég sé að fara rétt með. Bara hvetja alla íbúa til að mæta og sýna þessu áhuga. Þetta er mjög skemmtilegt verkefni sem er verið að renna úr hlaði hjá okkur. Takk. Takk fyrir það. Þá ber ég upp þessa fundargerð til staðfestingar þeir sem annars staðfesta rétt upp hönd. Hún er staðfest með öllum greiddum atkvæðum og þá er það 13. liður. Það er tónlistarskóli Rangæinga, 28. stjórnarfundur 18. nóvember 2022. Lögð fram til umfjöllunar og staðfestingar fundargerð 28. fundar stjórnar tónlistarskóla Rangæinga og fjárhagsáætlun 2023. Einhverjir hér sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir fundargerð í heild og samþykki fyrir sitt leyti fjárhagsáætlun
Tónlistarskóla Rangæinga 2023. Þeir sem samþykkja það, réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og 14. liður, jafnframt síðasti liður þessa fundar, það er 220. og annar fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands, fundargerð 220. og annar fundar Heilbrigðisnefndar Suðurlands, lögð fram til umræðu og kynningar. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, að þá er dagskráin tæmd og ekki fleiri mál og fundi þar með slitið.